En Guðjón, mig langar að blaða þess að beina því til þín að eins og kom fram í tölunum hérna áðan, tölfræðinni, að þá búið að afskrifa reiðina býsnaskuldum fyrirtækja og samt sem áður segir að þau standi betur í skilum. Kannski ekki skiljanlegt að þeir sem eru að berjast við, einmitt að standa í skilum og borga af sínum lánum, einstaklingarnir, að þeir verði dálítið reiðir, vonsviknir þegar þeir sjá þessar fréttir aftur og jafnvel af viðskiptamönnum sem fá að halda sínum fyrirtækjum, halda áfram í fyrirtæki rekstri og svo framvegis. Að þetta svona, eins og hefur verið talað dragi úr greiðsluvilja fólks. Jú, ég þetta til að byrja með að segja mér svona ekki ábyrgum málflutningur hjá Andreu hérna á tilvísun við erum að tala það einstaklingar sem hafa gert lánasamninga í þessi fyrirtæki og það er reyndar komið í ljós eins og við vitum að sumir af þeim voru ekki lögmætir og hafa verið dæmdir eða lögfestir til breytinga en að tala markaðsmisnotkun og svo framvegis í því samhengi finnst mér nú enda mjög villandi en ég tek hins vegar heils hugar undir það að hérna það sem þú varst að segja Þóra, jú að sjálfsögðu skil ég það mjög vel og það skil ég það allir í bankakerfinu og finna það á hverjum degi að þessi umræða sem annars vegar ákveðinleiti ruglandi, það eru svona ólíkar tölur að koma og svo eru stærðirnar miklar og menn eru svona að skipta á milli þess að tala tölur sem snúa gamla bankakerfinu og svo tölur sem snúa því nýja að mörgum finnist það súrt í broti og horfið á þannig en staðreynd málsins og svo við förum aftur í töluna sem við nefndum áðan af því að Andrea hér líka búin að nefna aðra tölu og var hér fyrir einhverjum vikum þar sem hún talaði um hana þessar 200 milljarða. Það er búið að lækka skuldir heimilina þar sem íbúa bílalánum 144 milljarða. Þar að segja það var búið að gera það 1. ágúst síðastliðinn. Síðan þá er búið að vera mikið í gangi og ég sá einn bankinn var að greina frá því einu blaðan í dag, hann var búin að lækka til viðbótar hátt á 30 milljarða, þannig að talan er þá komin upp í 170 milljarða. Aðrir eiga eftir að tilkynnum frekar, það er fullt af málum ennþá í pípunum, þannig ég held að talan 200 milljarðar og jafnvel rúmlega það séu alveg fullkomlega rauna og það er í raun og veru og ef við förum aftur, já það er rétt, ef við tökum bílalánin frá þá væri talan 160 miðað við 200, það er samt sem áður verulega há tala. Efnahags- og viðskiptaráðherra svaraði því í skriflegri fyrirspurn til Alþingis núna nýverið að svigrúm bankana til vegna íbúðalána væri 90 milljarðar. Ef við erum að hugsa tölur sem væri á bilinu 160 milljarða jafnvel meira, þá eru bankarnir komin vel yfir það, þannig að augljóslega voru þau lán ekki metin rétt og þeir eru farin að greiða með þeim og það er náttúrulega þessi dómar, þessi erlendu lán sem að telja mest þar. Svo getum við líka komið inn á það, nú var forsætisráðherra í vinnu í fyrir að skipaði nefnd, vegna þess að þá var umræðunefnd komið svolítið út allt til að svona sérfræðinganefnd til að gera úttekt á skuldavanda heimilina vegna íbúðalána sérstaklega. Mat þeirra nefndar var að vandinn lægi eitthvað á bilinu 100 til 120 milljarðar. Ef förum aftur og berum það saman við töluna sem ég var að nefna núna, þá sjáum við að það búið að gera helling og það verður að taka tillit til þess að þegar forsætisráðherra vinnur þessa vinnu og þessi nefnd og þegar þetta samkomulag í desember í fyrra er gert, þá er ekki komið lög sem að dæma síðan, ákveða með lögum Alþingi að erlend íbúðalán sem voru verulega stórar tölur væru ólögmætt og þyrfti að lækka. Þannig að það kemur þannig að stór hluti vandans, stóra vandans, versta vandans, erfiðasta vandans, hann er þá tekinn strax þar í gegn. Andrea, af því að þú varst að tala hvernig fólk hefði verið rænt hábjart þann dag og svo framvegis. En samt þetta er náttúrulega bara rannsóknarskýrsla Alþingis. Já, en hægt að skilja algjörlega eftir ábyrgð fólks á sjálfu sér? Það er að segja fólk sem skrifaði upp á lánasamninga, vitandi hverjir skilmálarnir voru, þeir sem tóku lán á árabilinu 2006-2008 gerðu það í verðbólgu upp á 5-12% verðtryggð lán. Ekki eðlilegt að sjá hluti lántakenda og það er kannski lítill hluti en einhver hluti lántakenda fór fram úr sér. Já, það má vel vera. Og þá ekki eðlilegt að einhverjir missi hluta sína eigna vegna þess að þeir eiga ekki fyrir því? En þá má aftur koma inn á það að einstaklingurinn ber ekki ábyrgð á þessu hruni. Það er ekki þannig að heimilin beri ábyrgð á hruninu og þegar að fólk skrifar undir lánasamninga þá jafnvel er það ekki einu sinni upplýst árlega hlutfallstölu kostnaðar þar sem að verðbólgan er tekin inn í greiðslubyrðina. Nei, en ef þú skrifur upp á verðtryggt lán þá veistu að þú veist að verðbólgan fyrir upp en það er nefnilega þar sem að kemur að þessari sameiginlegu ábyrgð lánveitanda og lántaka að þrátt fyrir að þú skrifur undir lán þá áttu ekki að vera að skrifa undir óútfylltan tékka á verðbólguna. Og náttúrulega bara verðtryggingin ætti í raun og veru að vera tekin af. En fólk er að skrifa undir þessi lán, já, en það ætti að vera einhvers konar þak á því hvað einstaklingurinn ber af verðbólgunni
í En formi nú er verðbóta. verðbólga bara lögfest, fjármálafyrirtækin eru jú bara milligöngu aðilar sem að það er bara lögfest úrræði, þannig að Já, hvort það er það sem og ég held að sko bankakerfi svo í skjótin sé sjálfsögðu ekki með sterka skoðun á því og reynda ekki hvort að eigi að vera verðtrygging ekki verðtrygging, það eru lög í landinu, menn hafa metið það þannig út af sveiflukenndu þjóðfélagi, en þú veist, menn eru eins og farnir að bjóða óverðtryggð lán og hugsanlega erum við að færa okkur inn í einhver aðra framtíð þar, en þar eru menn bara jú að fylgja lögum þeim. Já, en það hefur alla tíð verið í raun og veru leyfilegt fyrir bankana að veita óverðtryggð lán. En það er verið að veita verðtryggð lán og það er verið að veita allri ábyrgð og áhættu yfir á lántakendur í stað þess að ábyrgðinni sé dreift með einhverjum hætti. Við höfum til dæmis lagt til að það sé 4% þak á verðbótunum, bara alltaf, vegna þess að lánveitendur eigi að bera hluta af þessu tjóni. Ég held að sko verðtryggingarumræðan er eitthvað sem getur Já, akkurat, en þá endum við kannski alltaf á þessu spurningu, hvenær endar þessi umræða afskriftirnar? Ég veit alveg að sko restur fjármálafyrirtækja snýst ekki fyrst og fremst sanngirni og réttlæti, en samt sem áður að þá er það nú kannski svolítið krafa samfélagsins og það sem alltaf varhugavert að fólk bara að tala hana. Og fyrirtækjum að halda viðskiptamönnum sínum, það er þetta grundvallaratriði. Og hvenær er nóg að gert? Svo hvenær getum við hætt þessari umræðu og sagt nú er búið að klára þetta mál og það verði ekki frekari breytingar á lánasöfnum síðan í rauninu? Ég held að eins og við erum búin að vera að tala hvað varðar heimilin, þau eru búin að vera í forgangi núna, einhvern missir eðlilega, vandinn var það brýnast og það er búið að gera gríðarlega mikið og það er ennþá fullt af hlutum í gangi. Ég teldi til dæmis að það væri mjög hagsmunasamtök heimilin hafa verið staðið sér vel og veitt bankakerfinu gott aðhald og mér finnst málflutningurinn ekki alltaf ábyrgur og ég held að við getum átt mjög sameiginlega hagsmuna að gæta við Andrei í því að nú til dæmis eru hvað 3000 manns í biðröð hjá umboðsmanni skuldar. Þetta er opinberu greiðsluaðlögun. Ég meina, ég held sko meðan bankan er að vinna fullu í að keyra í gegn þessu úrræði og gengur mjög vel, þá eru þarna 3000 manns í biðröð. Ég tek fram að bankakerfið er auðvitað líka að vinna með umboðsmanni en þarna til dæmis eitthvað sem skiptir miklu máli. Þetta er fólk sem stendur mjög illa. Andrea, ég verði að leyfa þér að eiga lokaorðin. Hvenær endar þessi umræða? Sko, málið er að hún endar, það á að nýta afskriftirnar sem eru búnar að fara fram frá gömlu bankunum yfir í nýju bankana, það á að nýta þær að fullu. Og ef að til þess þarf stjórnvaldsaðgerð, það er búið að gera það. Ef að til þess þarf, það er ekki búið að því að fullu. Ef að til þess þarf stjórnvaldsaðgerð að taka hreinlega bara yfir þessi lánasöfn, líka vegna þess að bankarnir hafa kannski ekki verið nægilega ábyrgir í hvernig þeir meðhöndla viðskiptavini sína, að þá þarf þessa stjórnvaldsaðgerð og ákvörðun til, það þarf hugur ekki til að gera þetta. En það getur líka þurft að það þurfi meira til, að það þurfi jafnvel að íhuga hvort við þurfum að fara út úr gjaldmiðlunum, taka upp nýjan gjaldmiðl. Það er önnur umræða, komast ekki lengra. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir.